Úr spillingunni yfir í mannréttindi. Mörgum brá í síðustu viku þegar Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins, baðst vægðar undan regnbogatáknum. Varasöm sem þau geta nú verið, lyklakippum og öðru slíkum með regnbogum innan grunnskólastofnana og orðans hafa svo sannlega vakið bylgju viðbragða og ekki í fyrsta skipti. Og ég fikk tölvupósta á föstudaginn, ég á barn þar, barn í Hagaskóla, tölvupóst frá Hagaskóla þar sem að var augljóslega beint viðbragð að ræða við ummælum Snorra og það eru komin 2 gestir, sennilega munu þeir kannski segja ég nenni ekki að ræða Snorra sérstaklega, það bregðast endilega við ummælum Snorra en hvernig sem þau kjósa að hafa það, þá eru komin 2 gestir til að ræða mannréttindi og hvað það kannski kostar að þeir alltaf að líta undan. Annar aðstoðar skólastjóri Hagaskóla, Sigríður Anna Heimisdóttir, vertu velkomin. Takk. Og Viðar Eggertsson, leikari með meiru, vertu velkomin. Takk. Sko, ég ætla að byrja á þér, Sigríður Anna, að þú sagðir við mig þegar ég baði að koma að þú værir ekki hér hingað komin sérstaklega til þess að fara að rífast við Snorra, en þú væri til í að ræða mannréttindi. Og af hverju sem sagt mikilvægt að ræða mannréttindi, af hverju sendi Hagaskóli tölvupóstinn sem sendu var á föstudaginn, af hverju má ekki Snorri bara hafa sína skoðun og segja þetta svo leiðilegt, það er svo mikið bylgja, alltaf þetta venjulega fólk með venjulega kynhneigð, það er alltaf bara árás á það að það sé alltaf verið að ota einhverju að okkur, af hverju þurfum við að ræða málið? Sko, í sambandi við tölvupóstinn, þá við sendum hann, það hafði verið fræðsla í vikunni fyrir foreldra. Þannig að þetta var svona átti sig kannski aðeins lengri aðdraganda, ekki bara svar við ummælum Snorra. Og við höfum lagt mikla áherslu á það í Hagaskóla, við erum alltaf svona stór unglingaskóli, að bara öll börn séu örugg og þeim líði vel í skólanum. Og þetta bara eitthvað svona sem búið að vera lengi í Hagaskóla og í flestum grunnskólum tel ég. Málflutningur eins og að gera hinsegin fánan tortryggilegan, hann mjög alvarlegur og það verður einhvern veginn að bregðast við því. Þetta hefur áhrif á, og fyrir okkur sem vinnum í skólum, þá snýst þetta ekki kannski okkur eða hvað okkur finnst, en þetta hefur svona bein áhrif á hinsegin ungmenni og hinsegin börn. Og þá getur maður einhvern veginn ekki annað en sagt eitthvað og gert eitthvað og það svona okkar skylda í Hagaskóla. Og þú veist, og það líka bara þannig að við vinnum hjá Reykjavíkurborg og það er mannréttindastefna Reykjavíkurborgar, það eru jafnréttislög, það aðalnámskrá og það svo margt, það bara alls staðar okkur ber skylda að tala hinsegin mál, gera hinseginleikann sýnilegan og það hlutur ekki okkar í grunnskólanum og við tökum það mjög alvarlega og okkur finnst þetta þetta snýst bara velferð og stundum líf barna. Þannig að við erum svolítið dramatísk og okkur finnst þetta mjög alvarlegt mál. Þið nefndi áðan að þetta ekki fyrsta skipti sem að þessi tiltekni þingmaður, varaformaður Miðflokksins, tala með þeim hætti sem hann gerir. Hefurðu áður fundið fyrir því þegar koma einhverjum svona ögrænir inn í umræðuna að nemendum líði verr en alltaf? Ég kannski get ekki sagt að ég merki það, en við merkjum náttúrulega bara breytingu á orðræðu og við merkjum, sko, ég ekki með rannsóknir fyrir fram á mig, en við þetta allt svona tilfinning og eitthvað sem maður sér og skynjar. Og ég byrjaði að vinna í Hagaskóla fyrir 8 árum og það var rosa svona mikið og virt svona bara hinsegin líf í skólanum og okkur finnst að hafa eitthvað svona aðeins breyst og við höfum til dæmis við vorum að fá regnbogavottun og við ræddum það svolítið stjórnendateymi fyrir ári og við hefum búið að taka smá tíma að svona setja þetta á dagskrá hjá okkur og við hugsaðum sko fyrir einhverjum árum hefði maður hugsað þurfum við endilega regnbogavottun sko við erum bara með þetta algjörlega á hreinu hér
En okkur finnst bara færri börn koma út úr skápnum, þetta meiri feluleikur, þau eru óöruggari. Þannig að okkur finnst bara aldrei hafa verið jafn mikið svona tilefni til að svona lyfta þessu málefnum. Og með tölvupóstunum voru þið bara að brýna foreldra til þess að tala kærleikan og umburðarlyndið. Og það svona, okkur finnst það að vera hlutverk okkar að svona með öðrum hlutverkum. Já. Við erum mjög svolítið sláandi að heyra Sigríði tala að það séu þegar áhrif af einhverju sem við getum kallað bakslag, að krakkarnir séu svona leitið aðeins inn í skuggan. Þú hefur nú heldur betur lifað tímanna tvenna í þessu öllu. Ég játa, ég hef lifað. Þú játar það? Já. Þú getur ekki annað. En mér finnst þetta mjög sláandi sem að Sigríður að segja, vegna þess að það það sem markmiðið með þessari orðræðu frá þingmanninum og hans stjórnmálaflokki að skapa óreiðu, að skapa vantraust, að skapa mannlíðan. Og þó það beinist ekki beint að Hagaskóla eða einhverjum ákveðnum skóla, þá talar þetta inn í samfélagið og börnin sitja við eldhúsborðið með foreldri sínum og snæða kvöldverð og allt í einu orðið leyfilegt og sjálfsagt að tala eins og hann. Og börn heyra það og fara síðan í skólan og finna sér jafnvel fórnarlamb til að níðast á af því að það má. Það þetta sem svo hættulegt. Það þessi lýðskurums orðræða, því að þetta ekkert annað en það að dorga í gruggum polli til að veiða fiska. Og það eru óheiðarlegustu vinnubrögð og veiðibrögð sem til eru í samfélaginu. Það að fara þessa leið og skapa þessa úlfúð, skapa þetta óöryggi, finna sér alltaf einhvern minni háttar til að níðast á. Ég meina skólayfirvöld hafa gegnum tíðina verið að passa upp á að þessi friður á skólaleikvellinum í frímínútum, það verði enginn fyrir áreiti, það verði enginn út undan. Þetta vinnur gegn þeim markmiðum. Það að búa til þjóðfélag þar sem við finnum alltaf einhvern aumingja til að níðast á. Einhvern sem við teljum að séu minna virði en við sjálf og að það sé honum að kenna ef mér líður illa. Þetta mjög pólitísk ákveðin lýðskurums umræða sem hættuleg. Hún beinist í þessu tilviki núna að skólum. Hún mun einn daginn beinast einhverjum öðrum. Hún hefur beinst að innflytjendum, hún hefur beinst bara að útlendingum. Einu sinni var öryrkjanappur, við áttum að tilkynna öryrkja sem okkur grunaði að vera svindl og kerfi. Já, og svo frá mér, það alltaf verið að búa til einhverja aðra. Öryrkjar eða fá ekki nóg af því að það einhverju útlendingar sem eru komnir í landið. Einhvern tíma spurði ég konu sem sagði að það þyrfti að reka þennan burt og ég sagði áttu þá vona á ellilífeyriðinn hækki sem því nemur. Hún gat nú ekki svara því. Það alltaf verið að búa til þau og við. Og þau eru alltaf einhverjir sem eru í minnihlutahópum, einhverjir sem standa höllum fæti, einhverjir sem eru í veikri stöðu. Því að það mjög gamalkunnugt að meðan þú getur látið aumingjana út á gólfinu, þegnana, berjast innbyrðis, þá rísa þeir ekki gegn valdinu. Þeir slást bitana á gólfinu en þeir fara ekki fram á kræsingarnar á þínu háborði. Og þetta bara hluti af því. Maðurinn bara hreinlega að vinna í þessum málum, að búa til svona ósætti innan samfélagsins. Og það sem versta að til þess að geta búið til þetta ósætti þarf að níðast á jaðarsettu fólki. Og þegar þú segir hann sé að fiska í gruggu vatni, ertu þá að vísa til þess að hann sé að róa á þeim miðum að
ég veit ekki hvað við getum leikið okkur með 15, 20, 25% þjóðarinnar séu einhvern veginn þannig bitur að það snúi eitthvað á hvolf í hausnum á þeim og þau séu móttækileg fyrir hattursorðræði. Það alltaf til fólk sem að vill ekki horfast í augu við það að það standi höllum fæti heldur pinnur einhvern sem stendur ver og ræðst að honum. Þetta alveg þekkt í dýraríkinu, þetta þekkt allstaðar. Og það eru ákveðin öfl í samfélaginu, stjórnmálamenn eða stjórnmálaflokkar sem sjá sér hag í þessu. Við höfum séð þetta gerast í þjóðríkjum í gegnum tíðina. Þetta ekkert nýtt. Þetta rís alltaf öðru hvoru upp í heiminum. Nema við erum í dag væntanlega orðin pínlítið upplýstari og ættum að þekkja merkin og þekkja líka tilgangin og þekkja þessa frumstæðu hvatir valdamanna sem vilja fara þessa leið. Við höfum séð það verið að gerast í Bandaríkjunum, það var að gerast í Ungverjalandi, það verið að gerast núna í Búlgaríu og svo fleiri löndum. Það sem að það verið að ráðast að þeim sem standa í veikri stöðu og gera þau að blóra böglum óhamingjunar. Ef að stjórnvöld gera þetta, þá eru þau að firra sig ábyrgð og því að þau hafi skapað óréttlátt samfélag. Þau eru að búa til einhverja jaðarsett og hópa til að allir beini spjótu sínum að þetta sama á Davíð Oddsson talaði á sínum tíma sem smjörklípu. Ef eitthvað alvarlegt að þá búðu til smjörklípu einhvers staðar og láttu alla beina augum sínum að því. Beina augum sínum að því að það sé einhverjir regnbogapánar til að styrkja sjálfsmynd ungmenna sem að standa höllum fæti. Að fara að beina spjótu sínum þangað. Já, gera þetta tortryggilegt. Gera það tortryggilegt sér til að upphefja sjálfa sig. Ég meina, ég hef engan áhuga á þessum þingmanni yfir höfuð, hans flokki, en ég óttast. Ég óttast að þegar byrjað í gruggu vatni að það sem að vatnið hreinna, þá tekst þetta líka vera gjaldgeng aðferð. Þar byrjaði og það þar sem það byrjaði til dæmis í nasismannum í Þýskalandi. Þetta var smáhreyfing sem smátt og smátt var stærri og sterkari og endaði með hræðilegum útrýmingabúðum víða Evrópu. Ég ætla einmitt síðar í þættinum að biðja þig við að lesa upp færslu á Facebook sem kemur inn á þetta. Mér langaði bara því við erum að hugsa mannréttindi að við erum eins og í skólum. Þá erum við með við erum alltaf að reyna að hugsa öryggi eins og ég er búin að vera að tala um. Við höfum verið að passa nemendur og verið með eineltis áætlanir. Við höfum verið að bara gæta því að allir geti verið öryggir í skólanum. Og það er ekki bara verið að því að það er svolítið verið að kasta þessu svona upp eins og að samtökin 78 eru með fræðslu alltaf hjá okkur í 9. bekk að það sé verið að hleypa inn þessum félagasamtökum en ekki hinum. En það er bara þannig að það er stór forvarnar áætlun sem við erum með og það er bara verið að huga að bara eins og við bara reynum að hugsa alla flóruna. Við erum með eineltisstefnu, við erum með bara ótrúlega öfluga þjónustu hvað varðar geðheilbrigðismál og þjónustu með líðan, farsældarlögin koma þar sterk inn og inn í öllu þessu starfi sem við erum að gera erum við með þennan sýnileika á hinsegin táknum eða regnboganum. Og mér finnst aldrei langt seilst að gera það tortryggilegt. Mér finnst bara ítreka það af því að við erum að og ég hugsa bara mér finnst svo skrítið að það sé gert eitthvað eins og það sé sérstakt eða skrítið að fólk noti lyklabönd eða það séu fánar hér og þar af því að regnbogatáknið er tákn fjölbreytileika, tákn bara eitthvað samhljóm. Við erum bara öll velkomin hér. Þannig og ég man líka bara þegar ég var að byrja að vinna, ég var að vinna áður í yngri barnaskóla, fór svo að vinna í stórum unglingaskóla og það var alls konar nýtt sem ég heyriði, bara hvaða persónufornöfn börn voru að nota, börn voru að skilgreina sig eða unglingarnir á einhvern hátt og ég man, ég var alveg ég þurfti alveg já, þetta er eitthvað nýtt fyrir mér. Og
Og ég man að það kom svona sterkt yfir mig að nú komin tími fyrir mig að hlusta. Ég ætla að hlusta og ég ætla ekki að hafa skoðun á öllu. Nei. Ég ætla ekki að kommenta á allt, ég ætla að hlusta og ég ætla að reyna bara að skilja. Og það eitthvað sem ég er búin að vera að hugsa með samfélagið, að stundum þarf maður bara svona aðeins að doka við og hlusta meira. Og ég og eins og við núna að tala, segja hvað okkur finnst. En það var eitthvað svona, ég man eftir þessari tilfinningu, af því að það er náttúrulega bara, það kemur náttúrulega rosa svona mikil bylgja því að við erum að vanda okkur. Bara það er kynrænt sjálfræði, við erum að passa okkur að nota rétt fornöfn og við erum að bara nota svona kynhlutlaust tungumál og þetta er bara búið að vera að gerast á undanförnum árum. Og ég held einhvern veginn bara að við værum komin miklu lengra. Þannig að þetta er einhvern veginn svona svo svar við því að það hafi einhvern veginn komið svolítið svona, við komum svona vel að stað og það er eins og sé að vera aðeins að kýla þetta bara niður aftur, aðeins að stoppa þróunina. Ég held líka að þeir sem að fylgja Snorra að málum og maður hefur nú verið að svona skoða ýmsa afkima internetsins, það eru svo sem ansi skuggalegar búblur þarna innan sem eru með mjög ógeðslega orðræðu, bara svo ég lýsi þeirri skoðum mín á því. Ekki mjög góður í íslensku, þetta er svona sem Íslandi allt. En sko ég held að það myndi koma þeim stórkostlega óvart og ég vona þér heyri í þér að sýnileiki hinsegin fólks sé heldur að minnka vegna þess að ég held að þeir séu alltaf að tjá sig þannig að þeir sjáu nú orðið ekki neitt annað en hinsegin fólk og þeir eru augljóslega hræddir að það sé hægt að homma nemendur og lessa nemendur og koma og bara fá fólk frá gagnkynhneigð yfir í aðrar áttir. Ég heyrði svolítið fyndið það var eitthvað sem, að því það er oft svona danskur fáni inn í dönskustofunum í skólum, hvort að við getum einhvern veginn gert börnin dönsk, það var svona pæling. Nei, bara svona. Já, eru þið að því. Já, en sko, ég vildi að ég hefði verið í Hagaskóla þegar ég var ungur. Það er orðið svo mikið framför og það er svo sorglegt þegar að kemur þetta sem ég finnst vera bakslag. En bakslag, það sem framfarir eru, það er alltaf hætta á bakslagi. Það er alltaf einhver öfl sem munu vinna gegn framförum, sem finnast framfarir ekki vera framfarir heldur afturför. Og það er það sem við þurfum alltaf að setja inn í þarfagreininguna þegar við vinnum verkefni, það er hvað getur komið á móti. Sko þegar að þú varst að minnast á hvað ég væri orðin gamall og þroskaður og ég hef búið að taka mér óbúslega mörg ára að verða þetta. Marga fjörma sopið. Já. Að sko þegar ég er á þessum aldri, ég var ekki í Hagaskóla, ég var bara í öðrum skóla út á landi, að þá þurfti maður sjálfur að byggja upp varnirnar. Af því að það var ekkert form til og það var engin hugmyndafræði og það var engin hugsun að það væri til einhver nemandi öðruvísi en aðrir. Þannig að maður bara kom sér upp ákveðnum vörnum. Maður kom sér, ég lærði það strax á vöggustofu að verða trúður og vera svo skemmtilegi. Það var svolítið erfitt að ráðast á þennan skemmtilega sem alltaf var svo skemmtilegur. En það er öll börn sem hafa slík verkfæri í verkfærakistunni sinni. Þau verða að geta treyst því að samfélagi sem búa í, hvernig sem þau eru sjálf að upplagi, að það passi upp á að þau skaðist ekki í því umhverfi. Og að halda líka upplýsingu áfram því að upplýsingin er ekki bara fyrir barnið sem er öðruvísi, það er líka fyrir hinbörnin. Að læra að búa í samfélagi, læra að skilja aðrar manneskjur og taka tillit til þeirra. Bera virðingu fyrir öðru fólki. Þannig að þetta er svo merkilegt þessi vitundabakning sem eru orðið innan skólakerfisins að ég má ekki til þess hugsa að hún hverfi tilbaka því að hún hjálpar ekki bara hinsegin börnunum, hún hjálpar öllum börnum. Já, ég sammála því.
öllum börnum og þess vegna það gott fyrir alla foreldra að senda börn sín í skóla eins og Hagaskóla. Og fleiri. Og fleiri skóla. Ég tek sér dæmi, ég kalla núna alla góða skóla Hagaskóla. Það nafn mitt og samnefnarið yfir góða skóla. En segðu okkur, svo ég taki nú yfir hérna smá, í hverju regnbogavottun fólki? Já, sko hún fólkin í því, sko Reykjavíkurborg býður öllum stofnunum upp á þetta sem eru hérna sem eru undir Reykjavíkurborg, skólum og grunnskólum og félagsmiðstöðum og hérna við fengum fræðslu, það hérna 4,5 klukkustund af fræðsla sem dreifist yfir skólaárið fyrir allt starfsfólk og bara, og við erum búin að fá fræðslu alltaf, sko, við starfsfólkið bara, reglulega gegnum árin, en þetta var svona alveg maður getur alltaf, það alltaf gott að rifja upp og svo í kjölfari gerum við aðgerðar áætlun bara með aðstoð frá Reykjavíkurborg og svo það þannig að við gerum aðgerðar áætlun og í aðgerðar áætlunni það svona það bara hvaða aðgerðir ætlum við að vera með til að passa sýnileika eða hinseginleikan og það til dæmis var ein aðgerð bara það að vera með fræðslu fyrir alla nemendur í 9. bekk á vegum samtakana, alltaf árlega. Við erum með fræðslu fyrir foreldra. Við ætlum að draga fram, við erum líka svolítið búin að skoða bara hvernig hinseginleikin birtist í bókum og skáldsögum og við erum líka svona að ræða það ólík svona fjölskylduform, hafa allar svona skráningar kynhlautlegusar, þannig að það eru forráðamenn en ekki mamma og pappi og þetta bara alls konar svona hluti sem við erum bara öll Ætti það ekki að vera forráða fólk? Jú, það ekki ennþá betra öll menn sko. En inn í þessu erum við líka með sýnileikan þess vegna, þannig að það í okkar aðgerðar áætlun sýnileiki hinsegin tákna og við bara vitum alveg hvað málið það skiptir og okkur finnst það, þannig að við keyptum lyklabönd þetta öllu starfsfólki. Já, þú ert segum það. Já, en talandi lyklabönd, það var nú ágætt vinkona mín á Facebook sem að birti mynd af lyklabandi sem var mjög fjölskrúðut í litum og reyndist vera lyklaband með heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Já. Því að það til svoleiðis lyklabönd og þau eru sko í enn fleiri litum heldur en þessum hefðbundna regnbogalitum með þess að grann og allt inn í því og sagði, eru einhverju að fara að ruglast á þessu og ráðast af fólki fyrir að vera með lyklabönd með heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem allir eru mjög göfug og fín. Það er mjög stutt í absúrdisman, heyriði hvernig við vorum að tala hérna. Þetta eiginlega alveg klikkað. Sko. Árið 2026, þú sást þetta ekki koma. Var það? Ég sá ekki heimi með það svona góðan eins og í dag. Nei, en svo eftir... Ég stundum spurður að því og mér svo gaman að vera orðið svo gammal að fólk spyr var ekki allt betra í gamla daga. Nei, segi ég, það var eiginlega allt verra í gamla daga. Sko árið sem ég var að alast upp, ég vil ekki óska neinum alast aftur upp á þeim tímum. En ég öfunda svolítið ungt fólk í dag að alast upp í dag og ég öfunda svolítið hvað eru mörg tækifæri, hvað sem bjóðast börnum, hvað þau eru heppin með kennara og skóla og hvað samfélagið orðið betra ef einhverjir sjá sér ekki færi á að gera það verra. Og það það sem þurfum að vera á varðbergi. Við þurfum að passa vegna þess að þetta snýst, eins og ég sagði í upphafið, þetta snýst ekki bara hinseginleikann. Þetta snýst allt annað, þetta snýst völd yfir orðræðunni, þetta snýst aðferð til þess að útskúfa, þetta snýst marga slæma þætti í mannlegu eðli sem eiga fá að komast upp á yfirborði og við höfum verið að reyna að vinna gegn með fræðslu, með umburðarlyndi, með manngæsku en það alltaf einhverjir höggormar í aldingarðinum sko. Viðar, þú ert fyrrverandi þingmaður. Já, ég var varaþingmaður. Já, ég var nokkra mánuði á þingi. Já, og Snorri ekki bara þingmaður, hann varaformaður flokks sem bara fer með heiminskautum í skoðanakönnunum undanfarið. Þú varst að minnast á Nei, fyrir ekki það, má ég aðeins halda áfram með þetta? Af því að þú hefur setið á þingi og af því að þú þekkir aðeins svona móral þarna inn á alþingi.
sko, fyrir okkur sem sitjum utan Alþingis, þá svona þetta svolítið vandræðalegt fyrir hina þingmennina. Þeir skrifa einhverja færslur og svona, þetta var ekki nógu gott Snorri minn. Og kannski koma svolítið hneykslaðir í fjölmiðlaviðtöl. En svo einhver bara svona voða kærleikur þarna, Snorri skemmtilegur og allir að segja brandar á kaffestofunum með honum eitthvað svona. Erum við bara of fá og smá og þetta of lítið einhvern veginn til þess að við getum brugðist við af einhverju alvöru eða hvernig sér þetta? Sko, ég komst nú aldrei á það steg að verða svona professional þingmaður, þannig færi inn í leikreglur þingmanna, en ég vil nú bara segja það, sko, þegar ég var þingmaður og mér blöskaraði eitthvað sem einhver sagði, ég gat ekki verið, sko, besti vinur hans og eftir. Nei, ég satt ekki til borðs með einhverjum sem að sagði eitthvað sem að mér blöskaraði. En það svolítið mórallinn inni? Nei, ég veit ekki hvernig það er núna, en ég veit ekki hvað ég á að segja þessa sögu. Jú, gera það. Mér blöskraði einu sinni orðræða þingmanns í fjölmiðlum. Þar sem hann var einmitt svolítið að dorga í Gruggum Polli varðandi hælisleitendur á Suðurnesjum og var með í fjölmiðlum þar sem hann var að vitna í sögur sem hann hafði heyrt. Þetta var, og heimildin tók þetta fyrir og fór á Suðurnesin og bara gekk í sporin sem hann hefði átt að ganga í en sem voru þetta sem hann hafði afspurna af og komst að raunum að það var ekki nema lítið hluti af því sem hann sagðist hafði einhver raunveruleika. Það var ekki byggt á neinu nema einhverjum kjaftagangi. Og mér fannst þetta alvarlegt mál að því hann var þingmaður. Já. Mér fannst alvarlegt mál að hann væri að lepja upp kjaftasögur og segja þær síðan í ræðustól Alþingis. Þannig að ég notaði þessar 2 mínútur sem maður hefur í svona þessum dagskrárlið þar sem maður getur talað bara svona frá hjartanu, það sem ekki verið að ræða en sérstök þingmál og heitir störf þingsins. Ég manna að ágætur fyrir þingmaður kallaði þetta hálftími hálfveitana. Þetta var hálftími og voru 15 mann sem geta staðið upp og talaði 2 mínútur. En ég stóð þarna upp, hálfveitin, og gagnrýndi þessa orðræðu. Nefndi hann ekki á nafn, en ég vakti athygli á því að það væri alvarlegt ef að fólk notaði ræðustól Alþingis eða ræðustól í sveitarstjórnum til þess að fara með grófu sögur fólk sem er í veikri stöðu. Og þegar það var í Svíðan hérna sannleiksgildi þess að segja að ég frétti af þessu, mér var sagt frá þessu, ég veit ekkert meir. Og það léti það duga sem rök. Nokkrum dögum síðar þá stóð ég fyrir sérstakri umræðu kjaragliðnun eldri borgara og lægstu launataksta á landinu við þáverandi fjármálaráðherra. Þetta svona sérstök umræða ákveðið mál sem að ég var málsefjandi og það var búið að vera atkvæðagreiðsla í þinginu rétt áður en þessi dagskrárliður fer af stað og þá eins og gerist í þinginu, hann hálftómur þingsalurinn og fólk ekki endalist það kannski að fylgjast með umræðu í tölvuskjá eða símanum einhvers staðar, þarf ekki að vera í þingsal en þegar kemur atkvæðagreiðslu þá mænta allir í þingsal til að greiða atkvæði og það alltaf venjulega nokkra atkvæðagreiðslur í röð sem ganga mjög hratt fyrir sig og þannig fullur þingsalur, allir að greiða atkvæði, svo stendur forseti þingsins upp og tilkynnir að atkvæðagreiðslu sé lokið og nú hef ég næsti dagskrárliður og kynni mig til leiks. En þá bara sko fjöldin af þingmönnum að standa upp úr sætum sínum og streyma og salnum og ég, þú veist að þetta svolítið að berja á móti straumnum að komast upp í púltið. Þá þessi þingmaður sem ég hafði verið að ræða þá kemur hann á móti mér, strýkst hérna við eyrað á mér og hvæsir upp í eyrað á mér, þú ert nú meiri djöfulsi sturglur sokkurinn. Já.
Ég get ekki sagt nafnið á honum af því að þetta óstaðfest, það var engin vitni að þessu nema ég. En þetta ég að fara upp í ræðustól að hefja máls og mér var svo brugðið að ég ætlaði alltaf að geta byrjað. Þannig að það, ég myndi ekki vera brostandi á mynd með þessu manni, sko. En við erum hvorugir á þingi í dag, sko. En ofbeldismenningin nær sem sagt alveg hún getur alveg náð það ræðustól. Já. Og en ég svolítið hissa á þessari linkind, sko. Þetta svona aðeins að sussa á hann í einn dag, 2 daga, vísu þá nú reyndar frambjóðendur Miðflokksins á landsvísu núna að þvo af sér þessa stempla En nótabenni, fyrra skipti sem hann kom upp með, það var vegna transfólks, það sem hann ekki alltaf fram að vera hugmyndafræði. Það hugmyndafræði að þú ert kona. Hatur skoðun? Já, að hann var alltaf búinn að sleppa þeirri fullyrðingu út þegar að hann var kosinn, varaformaður Miðflokksins með 2/3 atkvæða. Ekki var nú fólki mjög illa við það. Þau eru bara smá hrædd núna út af kosningunum og þetta svolítið erfiður í sveitarstjórnum. Því að þar ertu í nærsamfélaginu. Þar ertu að hitta foreldri hinsegin barnsins á götu. Hann býr í næsta húsi við þig. Og þar, þetta auðveldar þú ert á netinu. Þú ert einhver staðar að kalla í burtu, en þegar þú þarft að horfa á mannustuna eins og þú sér alls konar viðbjóðsleg komment á Facebook. Ég efast að fólk myndi segja það framan í og fyrir framan mannustuna sjálfa. Fólk finnst einhvern veginn eins og það geti skrifað ef það hálfmyrkvað í herbygginu hjá því alls konar óhróður og átta sig á því að þau eru að skrifa fjölmiðil. Þetta fjölmiðil. Sko, við verðum að fara að slíta þessu bráðum en svona bara í lokin frá ykkur í Hagaskóla fyrir hönd bara grunnskóla. Hér á Reykjavíkursvæðinu, þú ert búin að tala svona hvaða vopnum þeir séu búin eða tækjum þeir séu búin til þess og þú ert búin að tala að þú sjáir svona þú ert búin að lýsa erfiðari tíma heldur en verið hafið þið eitthvað skeið. Hvernig eru landsbyggðarskólarnir? Á hvaða stað eru þeir gagnvart höfuðborgarskólanum í þessu? Er þetta framtak sem Reykjavíkurborg stendur fyrir? Eru öll sveitarfélög að standa fyrir sambærilegri fræðslu, veistu hvað, þekkir það? Ég þekki það ekki, en ég veit að Samtökin 78 að fara í grunnskóla allt land. En ég þekki það ekki nógu vel. Nei. Og svona þessu umræði, en ég veit svona meira bara hvað við erum að gera í borginni. Og ef eitthvað þá heyrist mér á þér að þið ætlið að bæta í. Já, ég held frekar en láta Snorra segja ykkur að henda regnboga lyklakefinum. Ungt fólk náttúrulega mjög klárt og þið vitið það. Við höfum öll verið og við vorum með heimskaffi, við höfum bara að segja ykkur það sem við vorum að ræða, bara allir nemendur í skólanum voru að ræða í litlum hópum bara ýmis málefni og þar á meðal hinsegin málefni og bara lýðræði og jafnrétti og mannréttindi og þau sögðu svona, það er örugglega betra að vera hinsegin í dag en það var svolítið ríma við það sem þú varst að segja áðan en þau segja það eru færri að koma út úr skápnum, segja þau. Það er svona bara hópurinn segir. Og það eru fordómar. Og þau tala áhrifavalda sem eru með ákveðna orðræðu sem þau heyra. Og þetta er náttúrulega svolítið glímur á þeirra og örugglega mismikið eftir fólki. En þetta náttúrulega, og þetta svona, ég er hrædd við þetta. Einmitt. Þau verða fyrir áhrifum á samfélaginu. Það sem áhrifavaldur eða maður með völd segir hefur áhrif. Og hann í atkvæðaveiðum. Þú ert alveg viss það. Já. Ég meina, en ég vara við þessari tegunda atkvæðaveiðum og þessu, og ég gerði það, þú veist að minnast á ég upp að ég skrifað á Facebook. Það er bara að því að ég fyrst og fremst hræddur að hann ekki bara ráðast á hinsegin fólk, hann smátt og smátt að finna sér nógu marga minnihluta hópa og fólk í viðkvæmri stöðu til að ráðast að til þess að öðrum líði betur. Þessi pólitík að það eru þau og við að reyna að búa til alltaf einhvern óvin. Einhvern óvin sem getur ekki svara fyrir sig, sem býr með okkur, meðal okkar.
Það er það sem er svo hættulegt og það er það sem að börnin geta heyrt við eldhúsborðið heimi hjá sér og líta síðan afstöður á skólalóðinni. Við Sigríður Nanna Heimisdóttir, aðstoðarskólastjóri Háskóla, við vorum að velta því fyrir okkur hvort það væri bara við hæfi að enda þessa umræðu á því að þú myndir lesa upphátt færslu á Facebook. Þessi betur fyrir þetta að stóru hluta tilvitnun í annan. Já. Getur ekki hreift mér að þessu, en ég fann hana. Já. Og nota hana. Ef ekki bara ljúka, hvað segir það? Ég er svo hugmynd. bjartsýnn að því að það er yfir 600 like á þess nú þegar, þetta er síðan í gær, og yfir 60 manns er búið að deila þessu og sem eru búið að deila þessu frá þeim deildu. Þannig að það er svona margfeldisáhrif. Ég er fjölmiðill. Þá hefst lesturinn. Já, gjörðu svo vel við þar. Fyrst komu þeir og sóttu kommunistana, en ég mótmælti ekki. Því ég er ekki kommunisti. Þá komu þeir og sóttu sósíalistana, en ég mótmælti ekki af því að ég er ekki sósíalisti. Þá komu þeir og sóttu verkalýðsforingjana, en ég mótmælti ekki af því að ég er ekki verkalýðsforingi. Þá komu þeir og sóttu gyðingana, en ég mótmælti ekki því ég er ekki gyðingur. Að lokum komu þeir og sóttu mig. En þá var enginn eftir til að mótmæla. Upphafið að frægu ljóði á varpi eftir þýska lúterska pastorinn Martin Niemöller 1892 til 1984. Aðeins tæknin að stríða okkur. Já, það gerist. Sinnuleysi þýskra menntamanna og almennings gagnvart uppgangi nasista. Ljóðið er oft notað sem viðvörun hættuna af afskiptaleysi gagnvart mannréttindabrotum. Verum á varðbergi, stöndum með mennskunni. Það er stutt í hatrið og afmennskun á fólki. Trans er ekki hugmyndafræði og þarna setja ég inn transfánan, svo setja ég inn regnbogafánan. Regnboginn og regnbogafánin er ekki pólitík. Mikið er ég þakklátur öllu því fólki sem hefur risið upp og mótmælt afmennskunni og lýðskruminu. Höldum áfram að standa með okkur sjálfum, öllum manneskjum. Það er það íslenskasta, seti íslenska fánan sem þau nota svo mikið, sem hægt er að gera í stöðunni. Með regnboganum fögnum við fólki sem kemur til landsins og með regnboganum kveðjum við þau sem fara. Því ég set mynd af regnboganum eftir Rúri sem stendur við Leifsstöð. Það er hann sem er útvörður okkar, býður fólk velkomin og kveður okkur. Fallegasta tákn í heimi er regnboginn þar sem að vonirnar búa, óskirnar og draumarnir. Já. Mjög gott, fallegt, þarft, skynsamlegt. Takk fyrir þetta, Viðar Eggertsson, og takk Sigríður Nanna fyrir að koma og hugsa hér upphátt mannréttindi og fleira. Takk fyrir. Og við ætlum að halda áfram dagskráni eftir andartak, ekki fara langt kæru hlustendur, nýr kafli eftir smástund. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is